Undanfarin ár höfum við ferðast vítt og breitt Norðurland og kynnst framtakssömu fólki í öllum sveitafélögum og upplifa þannig allt það besta sem hver staður hefur upp á að bjóða. Í sumar horfum við öxl og gefum ykkur uppskriftir að góðum degi á Norðurlandi. Hér uppskrift að góðum degi á Akureyri. Akureyri stærsti bær landsbyggðarinnar og gjarnan nefnd höfuðstaður Norðurlands. Íbúar Akureyrar rúmlega 18.000 og bærinn liggur við Eyjafjörð. Ferðavefurinn Lonely Planet sendi nýlega frá sér lista yfir 10 bestu áfangastaðina í Evrópu 2015 og setti Akureyri í fyrsta sæti. Í umsögn Lonely Planet segir meðal annars að Akureyri sé afslappaður og skemmtilegur bær og frábær staður til að gista ef skoða á stórbrotið landslag Norðurlands. Sund sennilega það fyrsta sem mörgum dettur í hug þegar talað afþreyingu á Akureyri, enda sundlaug Akureyrar einstaklega glæsileg og nýtur mikilla vinsælda. Sundlaug Akureyrar þó ekki eina sundlaugin í bænum, en í þorpinu Glerárlaug, vel falin perla. Við pínu falin hérna bak við íþróttahúsið og við segjum alltaf við sem svona best varðveitað að leyndarmál Akureyrarbæjar sem mannvirki. Þetta náttúrulega, þetta sést mjög illa og ég held líka bara að því að þetta innilaug þá sem sagt dregur úr fólki að koma en það veit ekki þessa útiaðstöðu sem við með úti sem bæði pottar og lítið vaðlög og ég held að það sé vandi að auglýsa það betur. En hver saga Glerárlaugar? Ef við byrjum bara svolítið á byrjuninni. Ég ekki alveg með hann á hreinu, en þetta held ég fyrst og fremst byrjuð sem skólasundlaug, en sem betur þróast út í það að verða eins og hún hún átti að vera minni, hún ekki stór, átti að vera ennþá minni. En kennarar í Glerárskóla, já, ég held þessi rétt hjá mér að þeir stækkuðu hana. Og þá kom svo hugmynd að opna hana fyrir almenning. Hún opnaði fyrst í janúar held ég 90 fyrir skólasund en í mars fyrir almenning. En hún sem sagt ekki í fullri keppnislengd, en það hafa nú verið uppi umræður að jafnvel stækka hana, eða ekki? Já, það komin við erum búin að sjá teikningar sem eru alveg stórkostlegar. En við veit ekki hvað það verði, en það var gaman að það yrði þetta, þá var bara stóra framkvæmdi framöndan, hvort það tekur 10, 20, 30 ára framkvæmdaðar, en þetta búið að vera svo tala þetta svolítið að stækka og stækka fyrir þessu öldun að stækka upp frá. En hvað verður, það byrjar menn að tala og svo kannski gerist eitthvað. En hverjir það sem nýta þessa laug aðalega? Já, náttúrulega skólarnir nýta þetta náttúrulega í botn, svo það sundfélagið og svo þetta mikið fólk sem fullorðið fólk og þeir sem eru fatlaðir eða með gang eða hreyfingu koma í mikið þannig að hér engin stigar og gott aðgengi og náttúrulega hiti sem við höfum hérna við að vera inni. Gigtækahópar hérna í leikfimi líka eða í sundleikfimi og það að fólk segir við okkur það myndi aldrei fara í sund eða þessi laug var ekki til, það myndi bara ekki fara í sund. Þannig að þessi laug hún hefur klárlega ákveðna kosti fram yfir sundlaug Akureyrar sem fleiri kannski sækja. Já, og þetta eins og þetta, aðgengi fyrir þá sem eiga erfitt með að hreyfa sig og þurfa að hita hann. Þau sækja mikið hingað og fullorðið, sérstaklega við erum með mikið fullorðið fólk. Svo eins og alls þar í öllu sundlu þá mynda svona fastagestir sem koma alltaf á sama tíma. Það svona freka fullorðið fólk. Ég bara myndi vilja sjá meira fólk með lítil börn. Því þetta alveg upplagð laug fyrir að vera með lítil börn. Bæði laugin það grunn og þægileg og tínir engum, ferðu út, komast ekki til burtu. Það sem okkur hefur bara sárnað að sjá ekki fleira fólk með lítið börn hérna. Þetta mjög góð aðstaða fyrir
fólk með lítið börn. Og akkurat núna fer einmitt fram sundkennsla fyrir lítil börn. Já, og Dilla hérna sundfélagi og hún að taka börnin í 4 ára. Gengur mjög vel og aðsóknin bara mjög góð, sko. En fyrir íbúa Akureyrar þá getur nú einmitt verið mjög gott að vita af þessari laug, sérstaklega á svona stórum helgum eins og stórum skíðahelgum þegar hinn sundlaugin gjörsamlega stöppuð og mann langar kannski í sundi meira frið og ró. Akkúrat, við erum oft búin að vera svolítið hissa þessu. Það bara, ég held að það bara þeir eru að tala sundlaugur á Akureyri, eða sundlaug, það er alltaf minnst bara sundlaug Akureyri. Það er aldrei, þessi laug bara ekki vera til. Og man var allir í kerfinu, þannig að það skulle ekki vera þá betur auglýst við að þetta koma hingað í sund. Ég þannig kannski skárra að vera ég heldur en við allir traðrakjöran upp frá, alltaf. Við fáum alltaf lítið af fólki sem semst einmitt á svo stórum helgum að koma hingað. Við getum alveg tekið við tölvöld, þó var náttúrulega ekki lítið með að við sundum Akureyrar, en getum alveg tekið við tölvöld fleira fólki, sérstaklega á svo stórum helgum. Já, og þá kannski einmitt upplagt að dreifa álaginu. Já, og við erum ofta, það var bara gaman að fólki, ég held að þau gera með sér í sundlagar, ég held að þau sem vísa að við sjá okkur, en þá bara, kannski veit bara hvar laugin, bara finna hann ekki. Og hvernig getum við gert þannig sýnilegri, það svolítið erfitt. Það kannski betri auglýsingum og uppsýningum, það kannski málið. En það vita kannski fleiri af þessari sundlaug núna eftir þetta innslag hérna á N4 og leggja leið sína hingað í þorpið. En svona lokum, Konni, þá verðum við að minnast á eitt tæki sem hérna í sundlauginni hjá ykkur, en það mætti vera í fleiri sundlaugum landsins. Ertu til í að sýna okkur þetta tæki? Já, endilega, komið að skoði. Já. Þetta tæki notum við til að pumpa í hérna svona gúta. Oft vantar loft í það og þegar fólk kemur hérna með gúta sem vantar eða bolta, þá þessi pumpa notið í það sem ætti bara alls þar að vera kannski. Þetta mjög þægilegt því að menn ofta að blása á hálflíði yfir og þeir eru að blása í gúta. En þetta ekki aldrei tæki, einfalt og þægilegt. Það líður ekki yfir neitt af loftleysi hér í Glerárlaugar? Nei, ekki þegar notað þetta. Þetta bara brosniður. Eftir sundsprettin tilvalið að fá sér ís í einni af fjölmörgum ísbúðum bæjarins. Fyrir þá kaffiþyrstum á einnig nefna frábært úrval kaffihúsa á Akureyri. Þeir sem fá sér kaffi á kaffihúsum bæjarins geta jafnvel átt von á því að fá listaverk í bollan sinn, að minnstakosti ef þeir bregða sér á bláu könnuna. Þegar ég kom til Bláu, ég var að vinna með stúlku sem heitir Anna Guðrún. Og hún var að gera flottasta kaffi sem ég sé. Flottasta kaffi í bæ. Og þegar ég sjá fólkið sem voru að taka kaffið sitt og voru bara að brosa og voru gladir til að sjá svona svo flott kaffibotla, ég var bara að hugsa að mig langar að gera sama. Sko, en hún var ekki að teikna svona myndir? Nei, hún var ekki að teikna, bara ég var að leita á netinu hvernig fólkið eru að gera það. Og ég sjá mann sem var að teikna blóm út í kaffi. Sko, ég var að hugsa ef hann geta teikna blóm, ég get teikna allt sem mig langar. Það skiptir ekki máli, ef það kona, kall eða ugla eða eitthvað svoleiðis. Og ég byrjaði að æfa mig. Og núna það mjög gaman að gera kaffi og sjá brós og þegar þau eru að taka mynd af kaffinu og það bara æði. Og finnur það? Þetta vekur gleði hjá fólki? Já, vá. Ég elska að gera kaffi En hvað það sem þú teiknar í bollana? Hvað svona, og eftir hverju ferða? Ferða eftir ástíðum eða hvernig þér líður? Ég teikna dag eftir dag, sko, það skiptir ekki máli hvaða veður eða eitthvað. Og bara stundum ég teikna fólk sem að panta kaffi, bara stund. Mér finnst það betra að teikna fólkið með gleraugu eða með eitthvað hatt eða húfu. Og já. Og svo þegar það eitthvað svona páskar eða jól? Já, jólareyndir eða jólahundur var líka, og kottur. Eða bara skrifa, þú getur alveg skrifa líka gleðileg jól, gleðilega páska og allt sem þú vil.
Listagilið eins og það kallað sannkallaður suðupottur menningar og lista á Akureyri. Þar alltaf eitthvað að vera, ekki síst á sumrin. Fyrir þá sem vilja fara frumlega leið í listmunakaupum tilvalið að líta við í hönnunarsjoppunni. Þar að finna vörur eftir ýmsa hönnuði en viðskiptin fara fram í gegnum lúgu. Viðskiptavinurinn fer því í raun aldrei inn í búðina, heldur verslar beint af götunni, en vöruúrvalið má skoða á þartilgerðum matseðli. Konseptið sko að vera með þessar tækifærisvörur með svona smá húmor, samt svona nokkuð góðum gæðum og ekkert ódýrt og alltaf eitthvað nýtt. Takmarka upplag hinn og þessu og rótera frekar vörunni. Og já, svona bland í poka, fannst. En hvernig hafa viðtökurnar verið, Almar? Þetta verslunarform nú svolítið óvenjulegt. Já, við opnuðum smávegis á Akureyrarvöku og Gildeginum. Leiðum fólki að sjá hvað væri að gerast og svona smá smjör þegar næði hvað væri að gerast. Við ætlum síðan bara að opna formlega seinna en við nú búin að opna, fólk fær alveg að kíkja inn, alltaf gaman að opna einn pakka fyrir jól, það bara gaman að því. En þú sem sagt að selja þína eigin hönnun í versluninni og ertu í rauninni með vinnustofu og íbúð uppi og verslunin í rauninni bara inngangurinn að vinnustofunin og heimilinu. Já, það passar. Hérna vinnuhurðin, þannig að bara ef maður vill kíkja upp og það var alveg sjálfsagt mál, vil ég ekki koma og kíkja upp? Endilega, fáum að kíkja. Já, þá erum við komin á vinnustofuna. Hún ekki stór en litrík. Og hér fer framleiðsla á þinni aðalvöru. Já, það passar. Jón í lit, lágmynd af Jóni Sigurðssyni. Það byrjaði nú allt sem jólagjöf 2010 og bara fjölskyldumeðlima og svoleiðis og síðan einhvern veginn bara byrjaði boltinn að rúlla og þetta var bara brjálæðislega mikið. Þetta sem sagt ég fann lágmynd í góða hirðinum á sín tíma. Vissi aldrei hvað ég ætlaði að gera við henni en akkurat á svipum tíma var ég að gera var ég í mótakurs í Listaháskólanum og vantaði einhverja skemmtilega jólagjöf. Það sem var nú í hönnunarnámi, þá þurfti maður að vera svona frumlegur í jólagjöfunum og ákvað að taka sílikon afsteypu af myndinni. Og það sem þegar maður hugsar fyrst lágmyndir, þá hugsar maður alltaf kopar, eitthvað svona þungt, dökki litir. Þannig okkur hjónum langaði aðeins þess að poppa þetta upp, gera eitthvað svona nýtt, setja svona kannski nútímalega litir og svona eitthvað sem kannski ekki endilega að tengja endilega við lágmyndir. Fyrsti plattinn var fjólublár en síðan þá hefur Jón í lit verið framleiddur í meira en 30 litum. Vinsældir lágmyndarinnar hafa verið með ólíkindum og segist Almar varla hafa náð að sinna neinum öðrum verkefnum eftir að framleiðslan hófst. En hvað skýrir þessar miklu vinsældir? Ég nú oft spurt með þessar spurningar. Ég ætli að geta ekki verið, hún kom bara á réttum tíma. Þetta kringum 2010-2011, það svona rétt þarna eftir, kannski ekki rétt eftir, fljótlega eftir hrun. Fólk að leita svona í þetta þjóðlega og eitthvað svona tengja við gamla tíma fjölskylduna og þessi lágmynd var náttúrulega til á mjög mörgum heimilum í gamla daga. Og maður heyrt margar skemmtilega sögur hvernig fólk tengir við þessa lágmynd sko. Og alls ykkur þess vegna sem hún alltaf líka skærlitir og Almar akureyringur og konan hans frá Grenivík en saman eiga þau 2 ára gamla dóttur. Þau fluttu tilbaka á heimaslóðir fyrir 2 árum síðan og segist Almar vera afar sáttur með það að búa og starfa í Listagilinu. Já, það rosa fínt að vera hérna. Það rosalega mikið líf hérna og alltaf eitthvað að gerast hverju helgi. Og það líka svona kannski megin ástæðan fyrir að okkur fannst gaman að opna litla búðið hérna niðri. Svona bæta bara við flóruna hérna og vonandi kemur okkur að heimsækja okkur. Eftir sjoppuferðina tilvalið að spígspora yfir götuna og skella sér á sýningu í listasafninu eða mjólkurbúðinni í sal myndlistafélagsins eða á gjörningi Kaktus. Búin að vera að nálgast Japan útfluga frá því ég fór þangað fyrsta skipti árið 2000 og síðan ég búin að fara 4 sinnum og ég fór þangað núna síðastliðið haust í 6 mánuði
svona mjög meðvitað til þess að kafa alveg, gaf sjálfur með þetta í afmælisgjöf, stór afmælisgjöf, að fara og vera þarna og bara fara á bólakaf í það sem að ég átti eftir að skoða og þá náttúrulega kemur í ljós eftir að skoða það meira og allt það. Og þess vegna langaði mér svo að gera svona sýningu sem að væri svona, já, svona endurspeglun af þessu ferli sem ég er búin að vera að vinna í mörg ár og mjög stíft núna í ákveðin tíma og líka þar með að bjóða með mér gestalistamönnum frá Japan og sína samvinnu sem ég átti með öðrum, ég er með vídeólistaverk sem er hérna líka með þessari innsendingu sem við stöndum inn í og það var samvinna sem ég átti við listamann út í Japan sem hann baði mig sem var sett upp í leikhúsi þar en þetta verk sem við stöndum í hérna gerði ég mitt í Japan fyrir listahátíð í ágúst í fyrrasumar. Hvað heitir þetta verk hérna sem leikur okkur hérna? Sko, á ensku heitir þetta Source Pluvial One Mind, svolítið erfitt að segja uppspretta úrkoma, einn hugur eða þetta svona íhugunar eiginlega hugmynd, sko, uppspretta úrkoma og hringrásin, sko, og þetta svona rými þar sem að þú getur komið verður púði hérna, sko, á gólfinu, við erum náttúrulega að setja upp hérna núna þannig að það ekki alveg klárt allt saman, það verður svona stór púði hérna og fólk getur komið hérna og sest á gólfið eða á púðan og lagst og bara íhugað og með í þessu rými og það verður meðal annars tónlist líka sem sérsmíðuð af Tomo Nagai sem komin líka hingað og hann mun frumflytja það verk sem sagt live og nokkur síðan í viðbót og síðan verðum við með það bara í CD sko, spila hérna inn í rýminu þannig að þetta verður svona sér rými með þessari tónlist hans og þessari innsetningu. Við ætlum að hafa Biennal, þessar 2 ára sýningarröð svona fram í framtíðina þar sem að okkar metnaður stendur til þess að við getum sett upp sýningu af því allra besta sem norrlenskir listamenn eru að gera og með norrlenskir listamenn meinum við það í mjög víðum tilgangi þeir sem eru og hafa skírskotanir hingað og hafa alist hér upp og farið hér í skóla og búið hér og svo framvegis að þeir mega allir taka þátt. Þetta svona umsóknarsýning, listamenn fylla út umsóknareyðublað sem á heimasíðun okkar og senda inn og síðan sest dómnefnd, víst dómnefnd að störfum og velur úr þessari sýningu og býr til þennan Biennal. Og Biennal segir þetta sýningarform á sér talsvert langa sögu, getur þú sagt mér aðeins frá henni? Þetta gamalt sýningarform, þetta búið að tíðkast í evrópskri myndlist í langan tíma, hugsanlega sko Parísar akademíu sýningarnar á 18. öld þar fyrstu hugsanlega og við ætlum að nota þetta núna og bindum mikla vonir við þetta. Á Akureyri fjölbreytt úrval veitingastaða, svo allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Til að enda daginn svo upplagt að skella sér á tónleika eða í leikhús. Græni hatturinn vinsæll tónleikastaður í hjarta bæjarins og þar spennandi dagskrá hverja helgi. Í menningarhúsinu Hofi og í samkomuhúsinu einnig fjöldi viðburða, svo sem tónleikar og leiksýningar. Mér finnst gott að spila hérna og sækja mikið í það. Já. En staðurinn sjálfur, hann svolítið sérstakur hér í kjallara. Jó, það líka rosalega gott sound hérna, sko. Góður hljómur. Og hljómsveitin ána með það. Það finnst gaman og gott að spila í góðum hljóm. Já. Og hann sekur glæ, útskúfaður, sekur glæ, einangraður, og fæ engin grið, gundir í börn, engin glæ. En hvenær tókst þú við þessum stað? Það eru rúm 11 ár síðan.
Og hvað varstu þá að pæla? Ætlarðu þá að gera svona vinsælan stað? Nei, þetta byrjaði svona sem dansstaður og svo svona fjaraði það út og áhuginn minnkaði á því, þannig ég byrjaði að halda tónleika fyrst á 50 og svo á föstudögum og laugardögum og þetta hefur svona verið smá þróun í þessu. Já. Ég var nú alveg komin að því að hætta líka en svo svona... En það hefur gengið? Já, það er svona rétt slag. En hvernig að reka svona stað svona almennt á ársgrundvelli? Er árstíðamunur eða er þetta alltaf eins? Það er ekkert svo mikil sko, það finnum bara meir eftir hvað hljómsveitir eru í boði og til þess að Mæ var mjög lélegur í fyrra en mjög góður núna, ég hef náttúrulega búin að hafa mjög góða hljómsveitir núna í ár. Mæn í liðin, veturinn búinn og sumarið framöndan og þú ert búin að plana langt fram í tíman? Já, það er nánast fullbókað fram í nóvember. Það koma allar helgar fram í nóvember. Ert þú svona duglegur að hringja út eða hringja allir í þig? Nei, ég hringi aldrei sko. Nei. Nánast aldrei, nema eitthvað, þegar eitthvað dettur upp fyrir sko, þá þarf ég að fara að hringja. Í þá sem eru á biðlista. Já. En annars hringja hljómsveitirnar sjálfar. Sýnishorn af því sem þú hefur verið með nýlega? Já, Helen Eyjólfs var hérna fyrir hálfum mánuði síðan og fyllti húsið. Það búið að vera mikið svona tributbönd í maímánuði. Lítið að koma út og lítið af svona frumsöndaefnið í þeim mánuði en annars náttúrulega nú það búið, nú bara hérna ýmsu gæðilhjónstir framöndan. Þannig að það er alls konar tónlist, það er engin ein stefna sem er hér, alls konar tónlist og ólíkir einstaklingar sem koma. Já, og maður reynir svona að sinna flestum þáttum, alveg frá jazz og pop og rock og allt þar á milli, sko. Já. Og þetta gengur allt vel hinn í þessu rými þó þessu einstaklingum með gítar eða þá dúndufréttir? Já. Tekur öllu. Og alltaf jafn mikil stemming? Já, alltaf jafn mikil stemming. Já. En hvað með fyrirspurnir frá útlöndum? Já, ég fæ alveg sko, já, hverja einustu viku. Einn daginn fekk ég sko 3 fyrirspurnir saman daginn. Og það er allt frá svona óþekktum, svona trúbátorum og yfir í, já, ég fekk fyrirspurn frá söngvara Tótó daginn og fyrrum söngvara Iron Maiden. Og, já. Og hvað gastu sagt þeim? Bara komið strax norður? Þetta er náttúrulega bara alltaf dýrt sko. Þó að maður seldi miðan á 10.000 og fyllti húsið þá myndi það ekki standa undir sér sko. Nei. Og það er náttúrulega flutningskostnaður og þeir náttúrulega taka mikið líka á. En svona lag getur aldrei gengið upp í svona húsi sko. En svo eru menn kannski ekki nógu þekktir heldur til að fara með niður í hof. Er eitthvað sem stendur upp úr á þessum tíma? Það er náttúrulega rosalega margt sko, alveg erfitt með að nefna eitthvað eitt. Nú svona í fljótu bragði þá get ég nefnt Þursaflokkurinn, Messoforti, Mánar, þetta sem er gömul uppáhaldshljómsveit. Nú Hljómar hafi verið hérna líka og svo er Eivör náttúrulega og John Grant kom hérna með rosalega góða tónleika. 65% more of the time. You could be like 65% more of the time. Nú ættu þið að vera komin með hina ágætustu uppskrift að góðum degi á Akureyri, þó þetta sé einungis brot af því mikla úrvali sem í boði er í bænum. Nánari upplýsingar viðburði, afþreyingu og fleira má finna á heimasíðu Akureyrarstofu visitakureyri.is. Í næstu viku lítum við til vesturs og setjum saman uppskrift að góðum degi á Blönduósi. Þangað til næst, verið sæl.